það hvorki fleiri né færri en það bil 80 manns sem stíga á svið í Akureyrarkirkju annað kvöld og flytja þar svona jólatengda tónlist. Karlakór Akureyrar annars vegar, hvað eru margir í kórnum? Þeir eru orðnir 50 kallarnir núna. Það 50 manna hópur. Er það alltaf að sækja í ykkur veðri? Já, við höfum verið að stækka bara jafnt og þétt síðustu árin og gengur bara vel, góð stemming í hópnum og jákvæðni og gleði bara. Já. Hvað kemur til að þið leggið krafti ykkar með stúlknakórn? Okkur langaði til þess að halda svona ekta gamaldags jólatónleika bara. Það hefur verið talað það lengi í kórnum og kórinn hefur verið í alls konar samstarfsverkefnum í gegnum árin. Okkur fannst það bara svo skemmtileg hugmynd að leita samstarfs við Sigrúnu og fá þennan kontrast í tónleikana. Þetta svona mjög ólíkir hópar, ólíkar raddir og setur svona skemmtilega svip á prógramið að vera með svona fjölbreytt svona sound. Er það sama sagan hjá ykkur? Er kraftur í stúlknakórnum? Já, það mikill kraftur í stelpunum. Eru þið krakkarnir áhugasamir að koma í kór og taka þátt í að þetta krefjandi starf? Það eru mjög áhugasamar, þeim hefur farið fjölgandi undanfarin ár. Mæta vel og eru mjög áhugasamar og samviskusamar og skemmtilegar. Hvernig líst þér á að stíga á svið með körlunum? Bara mjög vel, þetta er mjög spennandi verkefni og eins og Hjörleifur sagði, þetta eru miklar andstæður, mjög ólíkir kórar. Og ég held að þetta verði bara skemmtileg samsetning. Við syngjum bæði saman og svo syngjum við okkar prógram sitt í hvora lagi. Og hvernig er efnisskráin samanstett svona í stórum dráttum? Þetta eru gömul og ný jólalög. Þetta er bara alls konar svona hátíðleg lög. Ekki kannski öll þekkt en mörg hver. Og svo er þetta kannski ekki alltaf, það eru útsetningar sem við þekkjum sem best. Eru einhverjir einsöngvarar sem stíga fram? Já, það eru nokkrir einsöngvarar sem stíga fram og í kórnum hjá okkur er hann Keli, hann ætlar að syngja einsöng, hann syngur Ave María, Kaldalóns. Kallaður allar leið úr Höfðahverfi? Já, Keli úr Höfða kemur og treður upp og Birgir Björnsson, stórtenor, kemur og syngur fyrir okkur og Helga Nótt og Sigurður Þengilsson kemur til að syngja með stúlknakórnum og fleiri lagið Gesù Bambino sem að Pavarotti gerði frægt á sínum tíma. Þannig að það er svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt prógram, bæði einsöngur og svo náttúrulega stúlknakórinn, karlakórinn, svo syngjum við saman og svona. Þetta er fjölbreytt og svona klassískt alltaf og skemmtilegt. Og einmitt með sérstaka áherslu á meistara Birgi Helgason sem ætti að vera Akureyringum vel kunnur, starfaði við barnaskólann í fjöldamörg ár og ól upp heila hersveit af tónlistarunnendum á Akureyri og við ætlum að gera tónlistinni hans alveg sérstök skil núna á þessu tónleikum.